Já, góðan dag. Velkomin á dag 3 á námskeiðinu Draumar og drekar. Þið sem eru búin að sitja risastóran fyrirlestur drekana, ég vona þið hafi fundið ykkar. Og það er bara þannig að minni reynslu alveg til 13-14 ára, alltaf meðan ég er að taka þetta upp, að sumir finna þetta bara undir eins og aðrir eru lengur eða tekur bara tíma að finna sig illa og finnst þau vera alls staðar og svo lest og það bara er alveg eðlilegt. Dagurinn í dag, ég ætla að fara yfir hvað við erum að fara að gera og svona boðskapnum með þessu öllu saman eða svona, komum að segja, markmið mitt með að setja þetta námskeið, hver er svona mín hugsun í því. Ég með segja hvað dagurinn er, hvað heimaverkefnin eru, ég útskýrði samt bara í lokin og svo hvað tekur við á námskeiðinu, hvað erum við að fara að gera hér eftir svona grófum dráttum. En þetta brot sem er núna heitir að við erum að reyna að taka völdina af drekanum eða óttanum innan með okkur og breyta honum í okkar persónulega styrk. Drekarnir eru nefnilega ekkert bara eitthvað vont, þeir eru líka kraftur og styrkur, en þegar við erum í ótta og búin að upplifa margt erfitt, að þá hafa þeir ofsalega neikvæð áhrif á líf okkar og líðan á miklu leyti. Þannig ég ætla aðeins að sýna ykkur mynd af því sem ég let útbúa hérna, glæna sem er hérna undir. En áður en ég opna það, ætla ég að segja ykkur hvað tekur svo við á eftir þessum fyrirlestri. Á eftir þessum fyrirlestri ætla ég að kynna fyrir ykkur fræðin okkar pappa, sem að vinnum allt út frá og heita leiðin til velgengni. Það er ástæða fyrir því að ég vil koma inn með leiðina til velgengni hér. Þetta er fræðin sem við notum mjög djúpt og ítarlega í fjármálanámskeiðin okkar, af því að þarna er lýsing á þroska mannsins og hugsun hans og hegðun á ákveðnu þroskastigi. Draumar og drekar eiga heima á einu af þessum þroskastigum og það sem við höfum séð er að fólki þykir alveg eðlilegt að stoppa á því þrepi og fer ekki upp í það. Þið skiljið þetta eftir. Þannig ég ætla að biðja ykkur að skoða ykkur inn í fræðan og leiðin til velgengni. Svo tek ég fyrir sérstaklega þrepið þar sem draumar og drekar eiga heima sem heitir jafnvægi áhætta. Og áhætta heitir áhætta út af því að þá erum við bara að taka áhætta með okkur sjálf, að sýna hver við erum, segja hvað við viljum og svo leiðis. Og þannig það ég mun taka smá tíma í að tala þetta. Markmiðið mitt með þessu öllu saman er að kannski opnast einhver vonum að það sé hægt að gera eða búa sér til fallegt líf eða alltaf halda áfram og byggja ofan á. Ef að við erum einhvern veginn að lifa í ótta að við séum föst eða veitum ekki hvert við erum að fara eitthvað svolítið, þá er þetta svona, er ég að vona að þetta námskeið geti gefið okkur einhverja tæki eða nýjar aðferðir til að byrja að vinna með í átt að skapa okkur líf sem að okkur langar að lifa, eins og við viljum lifa í. Já, þannig ég ætla bara að sýna, ég held að segja, ég var að hugsa hvort það var eitthvað meira hér sem ég ætla að segja. Í lokin, já, að deginum, þar mun ég útskýra heimaverkefnið sem er alveg valfrjálst hvort þið vinnið eða ekki og hérna ég útskýra eftir út af hverju og hérna svo kem ég með úr fræðunum staðhæfingar á móti drekanum, hvernig dreka fyrir sig, þið fáið þær til svona downloads ef þið viljið og getið þá byrjað að taka svona, vinna meðvitað á móti neikvæðum áhrifum drekans. Og það er það sem tekur við svo á námskeiðinu, er að fá æfingar til að vinna á móti neikvæðum áhrifum drekans. En þetta verður síðasti dagurinn sem ég tala beint dreka og vísa í drekafræði, að ég held örugglega. Drekinn, hann dvelur í undirmeðvitund og undirmeðvitund er yfirleitt það sem stýrir okkur, lífi, líðan, hugsunum, orði og tali og svo niðurstöðu í lífi. Þannig að ef að það er mikill ótti sem býr innra með okkur, þá getur verið að hugsanir okkar séu ekki okkur í hag. Það getur verið að hugsanir okkar séu orðnar veikar.
að við séum ekki að hugsa jákvætt og við búumst ekki við því besta, heldur jafnvel að við búumst bara við einhverju vondu og eitthvað verði ekki gott. Við höfum ekki trú á okkur sjálfum kannski eða möguleikum okkar eða aðstæður í okkar lífi geti breyst þannig að þær verði mér hagstæðari. Þannig að drekarnir hindra að við getum hugsað á þann hátt sem okkur uppbyggilegur, jákvæður og því að eftir hugsun kemur tilfinning. Jákvæð hugsun, jákvæð tilfinning. Neikvæð hugsun, neikvæð tilfinning. Þannig að þetta það sem við erum að fara að skoða, það fyrir sem eftir á námskeiðinu. Þá verðum við að fara að skoða hugsanir og skoða hvort þessi eitthvað möguleiki hafa áhrif á þær. Eða eru þær bara keyrandi og ekkert í því að gera. Svona það bara. Þannig að það eitthvað sem við veltum fyrir okkur í næstu viku. Við munum líka skoða hvernig við tölum og hvernig við tölum okkur og við okkur, hvernig við tölum aðra og við aðra og af því að það það sem við sendum út í heiminn. Og það mér uppbyggilegt? Það mér til gagns? Eða það neikvætt? Þannig að þetta eitthvað sem við ætlum allavega að fá meðvitund á. Þetta ekki námskeið sem allt lagast bara núna en við erum að fá meðvitund á þetta og að byrja að breyta okkur í hag þar sem við viljum breyta. Það þarf alls ekki að breyta öllu. Meiri hlutin í lagi. En það kannski eitthvað sem þarf aðeins að vinna með og breyta. Og það það sem eftir að námskeiðinu og fyrir við með ítarlega í hvert fyrir sig og fáum æfingar fyrir hvert fyrir sig. Innri rödd skrifa ég þarna, við erum alltaf búin að vinna með drauma sem efsta og ég vill að þið gerði oft og aftur. Innri rödd svo bara það að þetta verður alltaf að vera okkar sannleikur til þess að fá sem mest út úr því, ekki út frá því sem samfélagi segir eða Instagram heldur bara, þetta verður að koma frá mér upp á að það allt spili saman. Og svo hvernig ég hugsa, tala, hefur áhrif á hvað ég geri og niðurstöðu í lífi mínu. Og það pílan hérna niður í hvernig líkaminn hreyfist í takt við það, hvernig ég hugsa, tala. Þannig að þetta bara það sem ég vildi segja. Námskeiðið snýr þetta að sjá þessa undirmeðvitund sem liggur þarna, skoða hana og það verður heimaverkefnið. Ég ætla að skoða hvernig hann að meiða mig og það sem eftir að námskeiðinu efri, þá ætla að taka meðvitaða stjórn. Eitthvað sem ég get gert? Við ætlum ekki að fara að breyta markvisst því sem við sjáum að drekinn að gera, heldur ætlum við að fara að stýra huga, orði og framkvæmd á meðvitaðan hátt. En við sjáumst í næsta vídeói sem heitir Leiðin til velgengni. Sjáumst þar.